Yes! Þetta almennilegt. Hérna, já, það alveg magnað hvað þeir gerðu Iceland Express núna í gær. Þeir gáfu samtals 500 milljónir sem var í formi 5.000 króna inneignar á flugmiða. Þetta er rosalegt. Alveg rosalegt. Sýni nú hvað þetta er frábæri náungar, sko. Já, einmitt. Hvað er þetta? Sprite. Já, auðvitað. Já. Ég var eitthvað ekki með sjálfu mér í morgun, sko. Já. Og ég bara staldraði við og bara svona hlustaði inn á við. Hlusta á sjálfa mig. Og þá bara fann ég mér langaði Sprite. Þannig ég fór og fekk mér Sprite. Bara eldsnemma í morgun, sko. Er ekki lífið frábært? Ég bara spyr, sko. Herðu, en þar sem að við erum að sigla inn í magnaðan föstudag hér. Já. Þar sem að helgin nálgast og svo framvegis. Og ég sé fram á að þetta verði einn af færibandaföstudugunum sem að maður kallar stundum. A Fairband Friday. Yes. Aðeins að hlaupa. Hlauptu, gæði minn. Þá sjáum við fram á það að þetta verði færibandaföstudagur og þannig skýr ég að sem sé þegar að það er færibandaföstudagur þá eru sem sagt gestir að koma á færibandi og hingað koma góðir gestir á eftir. Ég er búin að stefna hér ansi mörgum gestum þannig að hérna mun til dæmis hljómsveitin Apparat mæta á svæðið og fleiri hljómsveitir og tónlistamenn og hérna og þess vegna sé ég ekki fram á það að okkur gefist tími til að fara í framhaldssöguna Mustafa vin okkar fyrr en ekki nema bara núna, sko. Þegar við erum yfirleitt, sko, í seinna hollinu, sko. En það breytir ekki því, það er bara líka allt í lagi að taka Mustafa í fyrra hollinu. Hann hefur hingað til alltaf svarað hvenær sem maður hringir í hann. Við getum tekið hann í fyrra hollinu. Já. Og ef til þess kemur þá getum við jafnvel tekið hann líka í seinna hollinu. Já, við skulum nú ekki lofa upp í erminn okkar með það, Jón minn. Ég held nú ansi þetta að við verðum orðnir ansi aðsetnir og þéttsetnir þegar kemur að því. Við skulum samt bara ekki útiloka neitt. Sko, sjáðu, hérna, það var orðið mistök. Ég ætlaði að prenta út þetta hérna. Já. Sem sagt Big Sail at the Allen House, en þetta verður svo lítið, ég get ekki lesið þetta. Já, þú átt að stækka þetta. Já, ég kann ekki, ég hafði ekki tíma, ég skoðaði þetta ekki fyrir núna. En vinur okkar sem að kalla sig Kamel, hann hefur verið að senda okkur ansi skemmtilegar blaðagreinar, þar sem að hann svona fer yfir þessa skemmtilegu sápópru sem að núna hérna, það get ekki lesið þetta, núna er í gangi og hérna nýjasta úrklippan, hann hefur verið að senda úrklippur eins og Woody Allen Missing og Where is the Body of Woody Allen, mynd af lögregluþjónum og mynd af Dr. Frankenstein með sér, það var mynd af, hann fann einhverja mynd á netinu og einhverjum kalli, svona skrýtnum kalli. Svo skrifar hann svona einfalda grein eitthvað og hérna nýjasta greinin sem hann sendi okkur er mynd af svona húsi og bílum, svona í flottum bílum. Glæsilegt óðalsettur. Og þetta er svona tekið úr blaði og stendur hérna Big Sail at the Allen House og svo er greinin það að Imelda Marcos, sem sagt vinkona Woody Allens heitins sé búi í húsinu og hún sé byrjuð að selja innanstokksmuni sem er alveg í samræmi við það sem við höfum verið að segja Mustafa. Akkurat. Og þetta ætti nú aldrei að gera Mustafa óðan. Hvaða fallega bros er þetta? Hvað er fallega brosið komið þarna, mætt á svæðið bara? Blessaðu kallinn. Það er að sjá hérna. Það er að fá að sjá eitthvað. Já, þetta er bara svo lítið. Þetta er alltaf lítið kallinn. En hérna, já, og svo eru bara komin á fullt af bréfum og kannski bara rétt að fara. Já, ég bara renni í þau. Ég sendi honum 3 bréf í gær. Já. Ok. Er þetta þá minn? Já. Ég gleymdi að koma. Hann gleymdi að koma með lítið svona brosalík. Dear Mustafa, Imelda Marcos and the doctor have taken over your house. They are trying to sell both paintings and cars. There is no way I can stop them in any legal way.
The only thing I can do is to have someone assist us in getting rid of the woman. But you have to give me your permission to hire a cleaner who cleans out this kind of a mess. We have to act with haste. I know a man who can take care of the job. Please get back to me as soon as you can. Nú komið nýtt hljóð í strokkin. Þetta Ben af Matlock, sko. Já, sem sem sagt að í rauninni að tala leigumorðingja. Síðan næsta bréf. Hello, I don't know what to do with the woman, Imelda. She's out of control. Þetta segir hver? Ben. Nú, ætla að lesa öll bréfin frá Bens fyrst. Já. Okay. She's going to sell the Mona Lisa. Ekki mynda Mona Lisa. The people she is hanging with are stealing from the house and using your cars. My hands are tight. She has the law on her side. Maybe it's best to seek the help of people outside the law, if you know what I mean. What do you think? Please don't mention that with anyone. Okay. Og síðan skrifaði ég hérna langt og mikið bréf. Yeah. Dear sir, I have talked to the police and they cannot remove Imelda Marcos from the Allen house unless I charge her with something. She is a resident in the house and cannot be stopped selling furniture and paintings from the house. There are some paintings of great value, especially the Mona Lisa by Leonardo da Vinci. Allen bought the Mona Lisa a few months ago and it's among the most valuable paintings in the world. Although Imelda is not your family, she can, according to Icelandic laws, take charge of everything unless you or someone other from the family writes a letter to the court to have her dismissed from the house. You must understand that I cannot go outside the law here. So, at the moment, there is nothing I can do to stop her. The woman is greedy, Mustafa. Maybe you should write her a letter. She's a loose cannon. Besides the paintings, there are in the house some Rococo furniture, silverware, and 6 cars. She has already sold one of the cars. I enclose some articles I saw in the papers. Take good care of yourself. Ben Matlock. Og svo sendi ég honum hérna 2 blaðagreinar frá hún og vinn okkar. Okay. Og í morgun biðu hvorki meira en ég minna en 5 bréf frá Mustafa. Okay. Og skildan fallast á að ráða leigumorðingja. Já, nú spyr ég. Hérna kemur þetta. Dear Ben Matlock, I really want you to please try your best to make sure that everything is under control because I'm quite sure Mrs. Imelda Marcos and Dr. Frederick Frankenstein are up to something because they are not even after the missing body of Mr. Woody Allen, father, but all they talk about is money, which makes me suspicious about his death. So I really want you to send me the money so that I can be in Iceland before the end of the month. So please do your best for me as my lawyer, and I promise you that when I come you will never forget working for me. Ben, I want you to do your best and talk extensively with the judge as regard my letter, and I let him know that I'm not happy about the missing body of my father, Mr. Woody Allen. I look forward to meeting you soonest, and I will be waiting for your call tomorrow, Mustafa. Okay. En býttu hann hefur ekki ennþá brugðist við leigumorðingjanum. Nei. Dear Ben Matlock, I am really confused that the court cannot put a court injunction to stop the sale of my properties in my absence or what? In my absence or what? Yeah. Please, I beg you to immediately call the police or use the judge to put an end to this because Mrs. Imelda Marcos is insane because I'm begging to suspect that it's 3 of them, Mrs. Imelda Marcos, Dr. Frederick Frankenstein, and Mr. Harrison Ford. I will want you to immediately take this letter to the judge to put an end to this because they are making me feel that they are responsible for the death of Mr. Woody Allen. I am really mad over here because they are selling my properties. Og hérna bréf til lögfræðingsins, til dómarans. Attention, the judge, from Mustafa. Sir, I want to beg you to please stop Mrs. Imelda Marcos, Dr. Frederick Frankenstein, and stop selling my father, Mr. Woody Allen, from selling his properties, because these are supposed to be my property, which my late father, Mr. Woody Allen, has left behind for me. When I spoke with Imelda Marcos on phone today,
The way she sounded, it was as if she is not in her right frame of mind. So I will want you to please put an end to this ugly incidents which is happening because it's very sad that they are selling my properties on my behalf. Please, I want you to give my lawyer and the police to take action immediately so they will not sell my belongings before I come over for the burial of Mr. Woody Allen. Father, I want you to know that Mrs. Imelda Marcos is insane and I will want her examined immediately. I will be very grateful for this issue is treated with utmost urgency. Hann ekki að skilja þetta. Yours faithfully Mustafa. Nei, hann ekki alveg að fatta þetta. Nei, hann skilur það ekki, þetta ekki hægt. Það er, sem sagt, samkvæmt íslenskulegum ekki hægt að handtaka Imeldu Marcos, sko. Veitu, og þá það hvað? Og það eru fleiri bréf, sko. Hvað, bréf nú 3? Já. Ben Matlock, I will want you to please do your best to make sure everything is under control because I'm really confused over here. Since I don't know what to do, I will advise you to please do your best to see that this issue is treated with care. And I have sent you a letter that you can immediately send to the judge for consideration because from what I'm seeing over here, this woman is insane. And she's making me feel bad and confused. Hvað þarf hann að segja þetta oft? I will also want you to please try to send me the money so that I can immediately come over because I wish I was there with you to make mend and settle this issue properly. I will send you my picture tomorrow because I don't have a scanner here. Please do your best and send me the money so that I can come over to settle this issue. Okay, 2 bréfi viðbót. Já. Ben Matlock, I really appreciate your effort so far. Það gaman að skulle hafa fyrirlessu. Já. And I do please keep it up for me and I promise you that when I come over I will pay you in 100-folds. Please, I want you to act very fast so that they will not sell all the household. Ben, I'm still wondering, where is the body of Mr. Woody Allen, father? Because Mrs. Imelda Marcos is having a party in the house and money, so I'm suspecting a foul play. So please make sure that the judge gives you a court injunction to stop her from selling those belongings of Mr. Woody Allen, father. Ben, please do your best to make me happy because I'm really confused that they are not even talking about the missing body, but all she is after is money, which makes me suspicious. And I will want you to please also see the police to know the whereabouts of Mr. Woody Allen, father. Þetta rugl. Ha? Hann bara ekki, hann alveg að missa það. Hann obsessed á þessu máli, hann búin að skrifa núna 5 eða 4. Og nýr meill. Alltaf það sama, og svo er hérna síðasta bréfið. Ben Matlock, I want you to please do your best to see that you send me the money tomorrow so that I can come over by next week to meet you because I'm just waiting for you to send me the money to make my trip to South Africa and from there I will get a visa to come over to Iceland. I will send you my picture tomorrow, I promise. Please do try to call me today again to keep me posted of the situation over there. I'm really grateful for your endless effort so far. Mustafa kallinn, hann alveg sko. Þetta mjög skrítið, hann verðist ekki bara vilja skilja það sem máli snýst vilja skilja, nei hann bara hann desperat sko, því að Imelda full, hún klikkuð og hún að fara að selja bara allar eigur hans sko, sem ekki grín að horfa upp á og vera svona langt í burtu sko. Þetta svakalegt mál en það er nú komin gestur hérna, Jón Ársæll, blessaður. Sælir piltar. Blessaður. Hefur þú fylgst eitthvað með þessu máli? Já, svona lítilega. En ég reyndar í lendi skemmtulegu hluti morgun eða merkilegum, kannski, því að draumar eru nú skrýtnir. Já. Amma vakti mig og var að gefa mér graut og slátur í morgun. Eftir þú vaknaðir? Já. Og svo segir hún að segja við dreymt svo einkennilega og draumurinn var eitthvað þess að leiða að Johnny í Ramos var í látin. Já. Hafið þið heyrt þetta? Já. Johnny Ramón, hann bara látin. Trúið ekki. Hvað Þú veist, draumar. Já, draumar, og þú dreymdi þetta? Nei, ömmu. Ömmuðinni dreymdi þetta? Já. Ömmuðinni dreymdi að Johnny Ramón var í látin? Já. Vá, hefur hún svona berðdreyminn? Já. Vá.
Já, þetta ástæðan fyrir því að við erum að spila hérna Ramones bara Er það ekki? alla þáttinn. Þú ert svona Ramones kall, gamall. Já, svona, ég veit ekki hvað skal segja. Já. Eitthvað í áttina. Sástu það eitthvað tímann? Nei, sáðu aldrei. sástu Aldrei var því svo frægur. Nei. Það er Heyrðu, ekki það. en hérna, það er spurning hvort að við hérna ættum að hringja í Mustafa þá. Þetta náttúrulega tekur dálítinn tíma. Já. Tekur dálítinn En tíma. það er þá bara að ræða þessa lausn sem að ég er með, sem Ben er með, Já, það er að sem sagt láta leigumann kominni fyrir ykkar. Kattarnef. Já. Já, þetta Og fá hann bara inn á það og þá getum við verið bara búin að afgreiða hann í dag. Taka hann í fyrir hlutanum. Taka hann í fyrir hlutanum. Já. Nema við fáum eitthvað break á eftir til að láta þá hitmannin. Já, til að láta hitmannin ringi. Myndum við ekki kalla hann Lee Harvey Oswald? Þú vilt ekki vera hitmaðurinn, Jónas? Sko, ég er nú ekki góður í þessa rekki ykkar strákar, sko, en ég er á allt öðrum buxum, eins og segja. En hann myndi ekki þekkja röddina á þér, sko. Nei, ég held að ég sé ekki maðurinn í þetta. Nei. Ég er að vinna við allt annað efni. Já. Ég er búin að vera að undirbúa ég er búin að vera að þvælast með sko, allt öðrum manni vítt og breytt heiminn. Já, Halldóri Ásgrímsson. Halldór Blessaður Ásgrímsson, já. Og hann er næsti viðmælandi okkar í sjálfstæðu fólki. Stoneface bara. Á sunnudagskvöldið. Hann er glaður, ég sá hann að mynd, hann er svona glaður og hendandi fleitandi kettlingar. Já, og hleypur svona hægt svona í slow motion í flæðamálunu. Já, einmitt, akkurat. Og Sigurjóna ekki langt undan. Sigurjóna? Konan hans. Já. Og við erum búin að vera með henni líka. Já, einmitt. Og kynntu Sigurjónu fyrst ég kynnti Sigurjónu fyrst í Pétursborg. Já. En sko þessi maður sem nú er orðin leiðtogi vor. Jú. Hann er leiftvöndur skemmtilegur og það er misskilningur að Halldór Ásgrímsson sé leiðilegur. Já, þetta er misskilningur. Er það misskilningur í alveg? Það er misskilningur. Já, ég er að hallast á því. Sko. Ímynd, margir að vakna upp í vondan draum. Þessi maður, þessi durgur orðin fórsættistáður. Já, en er þetta ekki bara vegna þess að það er alltaf allir að sparka í framsóknarflokkin? Já, það má. Já, það er eins og það megi. Já. Það er eiginlega eini flokkurinn sem menn geta sparkað í. Það er furðulegt. En hvað er skemmtilegt við hann, segirðu? Halldór Ásgrímsson er bara, það er þessi, hvað ég segja, sko það veldist allt að hlátri í hérna á fundum. En þú náttúrulega mátti ekki segja neitt neikvægt, því það myndi aldrei neitt vilja að koma í þáttinn, sko, að þú myndi segja. Nei, þetta gengur ekki út á það. Þetta gengur nú frekar út á það að öll búum við yfir örlitlum hlátri. Engin maður hefur aldrei hlegið. Nei. Er það nú alveg? Það er öll búum við yfir, já ég segi ekki kannski Ari Trausti, en flestir allir einstaklingar búa yfir örlitlum hlátri. Já. Ég hef aldrei heyrt Ara hlæja. Þú hefur aldrei heyrt hann? En hann er veðurfræðingur. Já, eða jarðfræðingur. En ég meina Hitler var nú hlátumildur maður, sko. Já, ég segi það. Já, það er líka það búa allir yfir, það býr enginn yfir ekki hlátri. En hérna, sko, þannig að ég er búin að vera, sko, ég er búin að vera allir á fundum, þar sem Halldór Ásgrímsson hefur svoleiðis farið á kostum, að maður hefur velst að hlátri. Ég, hins vegar, það er nú alltaf verið að segja að Davíð sé svo fyndinn. Ég hef aldrei heyrt neitt fynd frá Davíð. Hafið þið heyrt það? Já, svona kaltani, sko. Snappy answers. Snappy answers, þú stúpid questions. Snappy? Já, en er það fynd? Jú, það getur verið að hann sé, þetta er nú kannski óréttlátt að vera að Þú hefur bara aldrei fengið Davíð í þáttu. Ekki vera að eyðileggja þann möguleika. Davíð vil ekki koma í þáttu. Nei, ég sá þig reyndar í fréttunum, þá varst þú að beina einhverjum pínlitlu mikrofóni að Davíð. Já, og hann sagði bara nánast up yours. Já, var það? Já, það var bara. Hvað sagði? Hann sagði, ekki þetta. Ekki þetta? Og ég hérna bara, hvað maður að segja þegar leiðtogi manns segir þetta og það er svona nánast hunskast í burtu, maður er sneptur, þetta er bara eins og þegar hundur fladrar upp húsbónda sinn og húsbóndin hrækir á hann, hvað gerir hundurinn? Hann berst með áttum, svo kemur hann aftur. Hann bara leggst í burtu, ílrandi svo kemur hann aftur með slefandi tunguna og hundurinn minna með sásti. Hvað segirðu? Er þetta staðreind? Hann hefur ekkert lagast við krabbameinið? Nei, þeir eru hafa báðir fengið krabbamein.
Hann að því hann að koma, hann að mála hérna nýja mynda sér sko, Davíð, svona sem alltaf svona hás og svona Já, hann náttúrulega veikur og auðvitað viss hérna sendum við kæra kveður og vonum góðan data, það nú alveg Nei, ég ekki að tala það, ég bara að tala sko að hann ennþá sami í hrókagekkurinn Ég veit ekki, en sko það sem ég veit það eftir að hafa farið með hérna Halldóri Ásgrímssyni í gegnum brennandi eyðimerku sína í Skagans Við brutumst allarleið til Amman í Jórdaníu. Við fórum í gegnum vegatálmanir Ísraelsmanna á Vesturbakkanum. Við tippluðum afskaplega varlega og Halldór nú þungur maður, stór. Við tippluðum afskaplega varlega í gegnum jarðsprengjusvæði í Kabúl. Við flugvöllin, það sem menn með allar reka við, þá springur eitthvað. Það hefur verið náttúrulega mikið svona moment sem þið náðu það. Við höfum farið í gegnum á brennandi heitum sólardögum hefum við farið í gegnum perlur náttúruperlur austur á Höfn í Hornafirði. Við höfum verið á fundum hvatningarfundum framsóknarmanna í Borgarnesi og þetta sem niðurstaðan ég er búin að kynnast, ég hef eignast vin. Já. Það er ekki öðruvísi. Það er bara þannig. Nýr vinur. Þú er eignast nýjan leiðtoga? Við höfum öll eignast nýjan leiðtoga. Við höfum öll eignast nýjan vin. Hann heitir Halldór. Já, ok. Ég svona... Ég veit nú ekki hvernig maður á að treysta þér sem fjölmiðlamanni ef þú ætlar að verða fín vinur forsætisráðherrans. Nei, já, það er ekki það. Það er bara það ég er að segja ykkur að þarna er piltur sem hefur verið misskilinn. Og þetta er sjómaður, gamall sjómaður hann var, 14 ára komin á sjó hann missi móður sína í sumar einmitt. Og svo er það að klína því að hann hafi eignast kvóta við það Já, býttu, hann er milljarðarmanningur. Ég meina, þetta er gerspiltur anskoti. Búin að búa til kvótakerfi. Eigum við að níðast á manni fyrir það að hann missir móður sína og móður hans á einhvern kvóta? Come on, hann átti alltaf þennan kvóta, maður. Sjálfur, hann var hluti af þessari familju og hans hlutur er milljarður út af kvótakerfinu sem hann tók þátt í að skapa. Fyrirgefðu Jón að hann sé að níðast á honum svona. Nei, menna, hvað segir það? Já, sko, þú veist, hér stend ég og get ekki annað. Hvað átti hann að gera? Þú situr, Kalvin. Já, en hvað átti... Hann er að tala fyrir munn Halldór. Já, hvað átti hann að gera? Hvað átti ég að gera? Segðu það bara. Ég sem Halldór. Hvað átti að gera? Já, bara að selja þetta. Nei, ég veit ekki hvað hann átti að gera svo sem grei kallinn. Ég meina, þetta ekki hann situr uppi með hann milljarð og mikið maður. En ég meina, þú veist, fólk er að segja eins og Michael Moore. Já. Veist hann er nú líka ríkur. Hann borgi sjóðinn til bús. Halldór Ásgrímsson er svona hinn íslenski Michael Moore, þú ert að segja það? Nei, ég meina, þetta er bara... Jæja, heyrðu, en hérna, hann er sem sagt viðfangsefnið þitt á sunnudaginn. Já. Og þá getum við séð með eigin augum. Já, þennan karakter sem núna hefur tekið við. Fóruð þið saman til Ísrael? Já. Borgaði Ísraelska ríkið ferðina fyrir ykkur? Nei. Ekki. Það er bara, þú lætur engan borga fyrir þig í fjölmiðlunum. Hvað kostar þetta norðurljós að vera að senda þig alltaf til útlanda? Hvað er það? Eru þið ennþá á því skeiðin að það sé afskaplega flókið og dýrt að fara til útlanda? Já, það er aldrei dýrt, já. Það er aldrei hefur norðurljós sendt okkur til útlanda. Ef að Ísraelska ríkið borgar... Akkur hefur Íslands útvarpsflug aldrei sendt okkur til útlanda? Ég veit það ekki. Nei, þess að þeir hafi gefnað því. Það er bara óskum beðan fann tvær. Talið útlensku? Já, við ringjum og veistu út af hverju hafa gefnað vegna þess að þeir eru alltaf að senda því. Já, það getur verið. Að því að þú færð alltaf gesti sem eru akkurat accidentally á leið til útlanda. Ég beðst afsökunar, ég er að safna punktum. Hvað er þetta? Safna punktum? Herðu, ég er að fara til útlanda um helgina. Ætla ekki að gera þátt um mig núna? Af því ég er að fara til útlanda um helgina. Nú, hvert að fara? Ég ætla að skrepa til Bandaríkjanna. Nú, hvað að gera? Að skemmta mér. Skemmta þér? Leiðist þér? Nei, ekki sérstaklega. Þannig að hvað til hvers vinna mikið. Safna punktum. En það er nú allt saman á eigin kostnað. Hérna, Jón Ásell, þakkaði kærlega fyrir að koma hérna
og truflaði þetta spennandi, þessa spennusögu sem við erum hérna með það var nú lítið gaman alltaf að sjá þig ég byrst afsökunar á því en sem sagt ég vildi bara minna þjóð á að Halldór verður gestur okkur og hann kemur óvart þetta svona maður sem þetta nú hrós, skilur kemur í tvíhöða til að minna þjóðina á eitthvað það finnst mér fallegt það finnst mér en það þjóðina að hlusta það skildumæting klukkan ég veit ekki hvað á sunnudagskvöldið frábært bara allt kvöldið bara taka frá kvöldið fyrir þetta taka frá sunnudagskvöldið fyrir Halldór og Jón við erum öll orðnir vinir Dóra já, þú segir það hérna, þakka kærlega fyrir komuna Jónas, það er alltaf gaman að sjá þig hér á föstudögum. Sömuleiðis og góða helgi. Já, sömuleiðis. En eigum við þá að halda áfram með þessa fallegu framhalds Ben Matlock hringi þá í skulda ég ekki einhverjar auglýsingar hérna, við skulum taka hérna örlítið hlið þá áður en við hringjum, áður en Ben Matlock hringir í Mustafa vinn okkar hér. Tvíhöfði í boði Sprite. Tvíhöfði hlustar á sjálfan sig. Tvíhöfði drekkur Sprite. Og Iceland Express. Tvíhöfði eyðir ekki mánaðarlaunum sínum í flugmiða. Nei, Tvíhöfði flýgur með Iceland Express. Why are they accusing me of stealing the body? Mustafa, sonur Miriam og Woody Allens. By the grace of God, this will be better again. Mustafa, please. Unaðslegt ævintýr sem seint tekur enda. Hello, it's your father calling. Don't you want to scream out all the frustration? Just scream it out. Ow! Just scream out the frustration. Ow! Yes! Talk to me. I'm asking you. Hello? Aðalhlutverk. Harrison Ford. Hi, this is Harrison Ford speaking here. Yes, how are you today? I saw your picture today. Are you the popular actor? Dr. Frankenstein. I have terrible news now. We have lost the body of your father. I'm not talking on the body now. You're accusing me of stealing the body. What do you mean? I really don't know what is happening. I have to say, I'm terrified. You don't talk to me like that. You don't talk to me like that. Imelda Marcos. Yes, I met your father when he was at the hospital. Yeah, he told me a lot about that. He had an accident. Og Sherlock Holmes. We have arrested Mr. Frankenstein here, the aligned doctor, in connection with the disappearance of the body of Woody Allen. Yes, good. Mustafa, sonur Miriam og Woody Allens. Jæja, við höldum áfram þessu unaðsævintýri hér í beinni útsendingu. Núna er klukkan hvað? 8:10. Gerðu það, Galli minn. Þið ætluðu svona aðeins og uppdæta mig en ég heyrði þarna eitthvað sem kom mér mjög óvænt að hann var mjög vondur við Frankenstein. Já, hann var mjög æstur. En það var vegna þess að Frankenstein hafði í rauninni verið að ásaka hann að hafa... Hann týndi líkinu af Woody Allen, og ásakaði síðan Mustafa fyrir að hafa stólið í, Og Mustafa, nær ekki upp í nef sér yfir því, vegna þess að hann stattur hann í Afríku og getur ekki annað, En hvernig, af hverju hann fúll út í, hana Marcos? Vegna þess að, Frankenstein, Sherlock Holmes tók Frankenstein og sett hann í fangelsi, af því hann grunnaði hann að vera ekki læknir og grunnaði hann að hafa stólið líkinu af Woody Allen. Imelda Marcos búin að vera á fylliríi í húsinu og hún seldi einn af Woody Allen bílunum til þess að borga bail fyrir Dr. Frankenstein. Þannig að nú hann komin aftur í húsi og þau eru á fylliríi í The Allen House. Dansandi nakin. Ben Matlock vill ekki koma þangað meira því að þau eru nakin. Hann tekur ekki þátt í þessu. Og Sherlock Holmes þýskur líka? Nei, Sherlock Holmes svona skoskur, átt að vera það allavega. En hann sagði you sound a lot like my father, sagði hann Já, you have the same voice as my father. Ég sagði bara, thank you, that's a compliment. I think I got away with it. Já, ég held að við sem alveg nú ætlar Ben Matlock að hringi hann og ýta á hann með að ráða Lee Harvey Oswald legumorðingjan til þess að að myrða hana Imeldu Marcos og jafnvel Frankenstein líka ef út í það farið. Já.
Ef við ekki þá bara að dempa okkur í þetta. Hér síminn. Ég fór inn á skamorama.com í gær. Já. Og þar leitaði ég heilmikið af ýmsum svona skambrefum og þar fann ég einmitt eitt frá Miriam Apache. Jaha. Og það sem að hún var að hvetja einhvern saklausan Bandaríkjamann til þess að hringi í son sinn. Og símanúmerið var ekki það sama. Það var hins vegar mjög svipað. Hello? Yes, hello, Mustafa. Yeah, Mustafa speaking. How are you today? Good morning. Yes, hello, this is Ben Matlock. Yes, how are you? Ben, nice to talk to you. Nice to talk to you. So, how are things your end today? Yeah, today we'll give God the glory. We just woke up and we're just starting the daily activities now. All right. Okay. Yes, it's a bit early. It's 8 o'clock here. Yes, So I think it's just past 9 here. 13 past 9. all right. So you are an hour ahead of me. Yes. Yes, but things have not been going too well at the house, as I. Yes, I know. Yes. And I'm having a meeting with the judge. Okay. We're going to have lunch. I'm going to have a lunch with the judge today at the Russian Tea Room here in Reykjavik. Okay. So I hope that on this meeting we will solve some of these problems. But did you think anything about what I mentioned in my letter about? Yes, I thought of it, but I was confused and I don't know what to say, so I decided to hold on and I beg you to use diplomacy in this issue. Let us try diplomacy. Let us be diplomatic in our decisions. Yes. Well, Yes. I am. I thought of it. Yeah. Yes, we can. We can use some unorthodox methods. That's we can. I cannot remove her from the house in a legal way. Even the judge cannot permit you to do that? I don't know. The judge might be able to get some of your belongings out of the house. Yes. Take some of the paintings. But they will not sell the house. No, she cannot sell it. They don't have the right to sell the house. No. The Imelda Marcos cannot be removed from the house in any legal way. So we have Excepting I do that. Except Unless I come. Unless you come and you yourself will do that. But Okay. I know some people here that who could remove her from the house in not in a legal way. Yes, what I would advise the Matlock is let us try the judge first. Then I will have to think of it. Yes, you understand? You think about it. And please, you do try to persuade the judge. Talk to him. All right. To stop them from selling things. But they should not leave, but they should not sell anything. Not sell. Not to sell. That they can still leave the house. When I come, I take back what rightfully belongs to me. She has already sold a lot of your belongings. Yes, I know. But when I come, I don't know, I'm not too sure, but I'm beginning to suspect them.
they have hands in Woody Allen's missing Yeah. body. Because all they are doing, they are so happy that Woody is missing. Yes, All exactly. they are That's after is the monetary part of the situation. They don't tell me about Woody Allen. All they talk is money. yes, money, exactly, money, exactly, money. exactly. And But- it's very bad. I'm really Mustafa, happy you are... I've been down to the house. See, this Dr. Frankenstein does not let me into the house, and they are Yeah. they are naked. They are dancing this dance, and they have been Dance, dirty dance. yes, So shameful, so abnormal. yeah. It's just a shock. It's shocking to see grown-up people. Old And people, old- people above 40. Yes. Old people Old- behaving like kids. Exactly, yeah, and It's so shameful. it's What kind of religion are they practicing? This has not to do with the religion. They are both members in the Sai Baba church, and Yeah. Are you a member of the Sai Baba Church? no, but I have worked for him. No, I'm a Catholic. Yes, I'm a Catholic now. I'm a Catholic as well. All right, great. So I'm you- baptized. Yeah, all right. My baptism name is Jude. Okay. So what the situation at the house is terrible. Yes, and They are- I can imagine what you are going through now. They have some priceless artworks, paintings, and sculptures that they are selling for nothing. Yes. Yes. It's making me, I can now see that all they ever wanted was money. They never loved my father. Woody No, Allen. they My- are celebrating, Mustafa. They're celebrating in your They're house. celebrating his death. And it's so painful. I can see that the pain is passing, how you feel in your, right there. Yeah. I know you are not in a good mood. Yeah. More so, this Woody Allen was your very good close friend of yours. And He I was. can imagine what you are going through now. It's horrible to see. It's like seeing someone dancing on his grave. It's like seeing. It's so shameful. Yes. So shameful. Yes, it is. Oh. Let me not cry. It's so shameful. Yeah. So shameful. This woman is the Imelda Marcos. She's possessed. I feel so. Yeah. Imelda The way Marcos. she talked to... What? Yes. The way she talked to me yesterday, I must confess to you. Yeah. You heard what I told you a little bit of it in the mail. I Yeah. was very, very angry. I'm really, I wasn't in my right frame of mind. She insulted me. She told me I have no right whatsoever. She told me a lot of things. No. But as a man, I just have to ignore her. She's a woman, and they are not meant to. You don't hurt women. So No. I decided to avoid her. Yeah. And I told her I was so calm, and I was telling her, you do not act like this. No. You're saying you loved my father, Woody Allen, but you are not showing love. A man is dead, he's not buried, you're selling his properties. What kind of life are you living? What kind of Exactly. what kind of a human being are you? Uh-huh. Are you human? I'm not ask her, are you married? Do you have kids? Uh-huh. And I ask her, if, for instance, if somebody does this kind of thing to your family, will you be happy she did not say anything? No. And I spoke to Dr. Frankenstein, and I asked Dr. Frankenstein, I said, what happened to the body? He said he doesn't know that I stole the body, that the journalists, they are writing rubbish. And Yeah. I said, no, they are just being truthful. And I said they should always allow you into the house. Yeah. But then, Until I come, they should allow you into the house to use the telephone. Mustafa, To allow you that you are my eye over there. You Yeah. see, oversee things for me, you update me. Because they no longer call me, they don't do anything. No. Harrison Ford told me the $5,000 is going to take it, that he needs money. I was supposed that Harrison Ford is a rich man. Why is he acting like a pauper? I don't know.
It's. That's what I'm telling you. These people, they are insane. They are actually insane. They are sick people. I think they are. We need we need an exorcist at the house. That's what we need. Yes, that is why we have to speed up my coming now. Yeah. Yes, we have You to know, speed up. it feels for me that Imelda Marcos is pissing on Woody Allen's grave here. She's what? She is pissing on Woody Allen's grave. Have they buried Woody Allen? No. I mean, it feels for me that the woman is pissing on his grave. You know. Yeah. Yeah. Yes. That's what it does. And, Disrespect. and there's always a repercussion for every action. You understand? Yes, I would really like to have her removed from the house. Yes. You give me now till Monday to take a decision. All right, you take a decision. Let me think over it. Let me think over it. I think over the decision. I have a man here who is in the United States. Okay. He can come here very quickly. It's a matter of 1 or 2 days that he can be here, and he can make her disappear. No, let us not do that. Let us No. not do that. Let us try this way. Let us see the judge. Okay. When you see the judge, the outcome of your meeting with the judge, we will know. Just keep pressing the judge to talk to her. The judge should talk to her. Yes. Should call to them and talk to them that they should take things easy. That this man has not been buried. So let us. I will advise us to use diplomacy. All let right. us be Yes. diplomatic. Yes, Let us exactly. take things easy, I just easy, get easy. so angry, Mustafa, when I was at the house yesterday. Yes, I know how And you these feel. people, they are naked. They are naked. You have to sit down with They them. are sick people. They are sick people. Yeah. When I come, I would drive them away. They would never smell near any Woody Allen's property. No. They will never. And not. You will see my action when I come. All right. When I come, you Yeah. will see me. Yeah. You said the judge demanded for my picture today? I know I haven't talked to him, but it would be very good if I had a picture of you to show him, and that would ease everything up. I hope everything is in progress so that they would, when I come over, any hope about the body yet? No. No hope. No hope yet. No. I have talked to the police officer, to the Which police officer did you talk to? Sherlock Holmes, Okay. and he has interrogated Dr. Frankenstein, and it's he was just shocked. It's like talking to an insane man. Yes, Yes, that's he's- insane. he's- The he's- way he talks to me Oh, is yeah. actually insane. Yeah, he told the police that he had resurrected, brought back to life Woody Allen, and he was in Africa now. It's insane. It's insane. Yes. Maybe I should take a priest to the house and just. Yes, take the police to the house to see what they are doing in the house. No, a priest to A priest. a priest, exorcist, just throw the demons out of them. It's If it's possible, they do that. Let them do it. yeah. All right, but you think about the cleaner, Okay. and please don't mention anything about it in your emails. Just Okay, I won't. No, it's not a matter that What about what I ask you to send to me? I hope you will send them today. the money. Yes. Yes, I will have to look into that. I'm just so disturbed here. It's been. Please take it easy. Take that part. That's why I have to come meet with you. Then Yeah. we do things together. A very good, we a have to very work good together. friend of So that's mine. why- A very good friend of mine is dead and missing, and there is a woman who is Who's selling
selling his personal belongings. property. Yes, It's for very bad. nickels and diamonds. Yesterday, she sold a painting by Salvador Dali for $50. That's to tell you they're actually sick. What are they using this money for? Is it? I heard they are building this Bible church. Is it what they are pumping the money into? Alcohol. That's what they're buying for the. Alcohol. Yes. Alcohol. Yeah, wine. Alcohol. 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 All right. Okay. This painting by Salvador Dali was worth at least $2 million. They sold it for $50. $2 million. $2 million. They sold it for $50. And you know the person they sold it to? Am I? I know the person? Yes. Yeah, yes, I know the person. You just take record of all the important things they sold and the people they sold them to. When we come, we'll get back our property. They don't sell. You don't get the picture back for $50. Don't worry. When I come, we'll know how to take care of things. It's for sale for $2 million now. So it's like we have already lost millions of dollars because of this woman. I am losing a lot of money here, Mr. Mustafa. Don't worry. Don't worry. I will compensate you. I Don't worry. yeah, I will okay. compensate you. I will compensate you. What about the companies? Are they working well? Yes, that I know of. She is The not. shipping company and What? The shipping company in America. What about the shipping company in America, in New York? Yes, it's all right. It's working all right. Okay. Yes. I'm in contact with the executives in the company. They are running well. Did you tell them I will soon come to meet? What? Did you tell them I will be coming soon to join them? I have not spoken to them on this matter. But they are aware Woody is late. What? Are they aware Woody is late now? Yes, they are. They just keep up their business as usual. Okay. So So it's- Matlock, I beg you, please. Yeah. I'll be waiting on today for you to receive the Western Union so that by Monday first thing I will go to the South African embassy here Yes. to get a visa to South Africa. Yes, I will do my best. And you send me a picture of yourself for the judge to show him at the I'm lunch. going to send it now. All And right. Do please try to send the money to me today, I beg you. I will try to do my best. I'm counting on you today so that I start my journey so that now till the 30th of this month, do Yeah. not tell them how our plans now that I'm coming. No, I'm not Let me telling find them. them. Let I'm me not be a talking surprise. to these people, Mustafa. Yeah, okay, beautiful. Did you get the As soon as article I scanned for you? Did you see? I saw everything. Yeah, I saw they're- everything. They have Keep the press updating me. outside the house. The press they are coming. Dr. Frankenstein is coming naked out in the garden with priceless paintings. You don't worry. You don't worry. God is in control. All right. Let us keep our hands crossed. You are a Christian. Let us pray to God. God will see us through this hurdle. Okay, but you just Okay, please, you Mustafa, you just give the word, and I'll have her You removed. don't worry. Take it easy. Take it easy. And I will have her removed. come up. Don't worry. Don't All worry. right. My brother. Don't worry. So Maybe- I'm going to send you my picture. What time are you meeting with the judge? 12 o'clock. That would be 1 o'clock your time. Okay. As soon as you're done with him, you call me, please. If Mustafa, if you want me to set the have the cleaners do their job, could you say in an email just I like to drink Sprite? I like to drink Sprite. Yes. If you say that in an email, I will know what it means. All right. Okay. I like to You drink understand Sprite. All right. Okay. Because I must. Ben, I'm going to send you the scanned copy of my picture. Yes. And you have a picture of yourself too. Yes, of course. It's on the internet. Can you send it to me as well? Yes. Certainly I can. Okay. How old are you, if I may ask? I'm 54 years old. 54 years old. Yes.
Okay. Uh, I'll send you that's not a pictures, thing. That's not a thing I like to discuss a lot. About what? Yeah, discuss with me. My age. That's not a thing I like to discuss. Okay, what would you like to discuss? Let's talk. We're friends. Our partners. Talk to me. No, I was joking. You asked me my age. I said that I told you I'm 54 years old, but that's not the thing I like to discuss a lot, how old I am. Okay. It's I understand. Yeah, I feel you. I'm really happy talking to you. Each time I talk to you, yeah. you give me more strength. All right. You give me strength. Yeah. I so much like you, and I like the courage and how concerned you are in this issue, and I want you to keep it up. The only thing that can speed up this situation now is for me to come over. Yes, and exactly. That's depend on you. That would, yeah. Because that will speed my coming. As soon as you were able to send me that money today, I will try to collect the money today. All right. You can send it to me before you meet with the judge. I will try to do my best. So that I will go to the bank. I will tell my friend. I will go to the bank to collect the Western Union with my friend. Yeah. He is going to collect. Then I will apply for a passport today, so that by mid next week I'll collect it. So that by month put ending, everything in your action. country. Yes. We'll put everything in action. Yes. Yes. All right, my friend. Okay. Okay, it's nice talking with you. Nice talking to you. As soon as you are done with everything, you let me know, please. I will do. All right, my friend. Nice talking with you. Nice talking to you. Thank you. Goodbye. Yeah. He is Why is he accusing me of stealing the body? Mustafa, sonur Miriam.